Ég ekki hérna til þess að tala eða hugsa fyrir ykkur. Það alfarið á ykkar ábyrgð en vonandi erum við sammála eitthvað. Ástæðan fyrir því að ég hérna núna sú að ég búinn að fá nóg. Ég löngu búinn að fá nóg en núna fólk saman komið til þess að lýsa yfir og það gott. Haustið 2008 fór allt í fokk. Flóknara það ekki. Kallið verðbólguskot, forsendubrest, hvað sem mér alveg sama. Stjórnmálin á Íslandi strönduðu. Áratuga frændhygli, einkavinavæðing og klíkuskapur, áratuga markaðshyggja og trú á mátt hinnar ósýnilegu handar var til þess að þjóðin missti margt. En umfram allt missti fólk trú á stjórnmálunum og það tekið mig verst. Svo illa höfðu ráðamenn landsins farið með stjórnmálin að fólk krafðist einhvers annars. Það á ennþá eftir að koma. Íslensk stjórnmál voru og höfðu lengi verið sá staður sem menn börðust fyrir sínum sérhagsmunum. Og svona þetta ennþá. Framsóknarflokkurinn hefur gengið í gegnum hvað mestar mannabreytingar af fjórflokkunum en það skiptir engu máli. Gamlir frændur viku bara fyrir nýjum frændum sem fá milljónastyrki í gegnum SMS án þess að þurfa að biðja það. Útgerðin fær milljarða afslátt á auðlindum landsins sem eiga að heita eigu þjóðarinnar og þingmenn opinbera það að þeir eru þingmenn útgerðarinnar fyrst og fremst en ekki fólksins. Þar liggur tryggðin og menn skammast sín ekki eins. Það er þetta sem ég búinn að fá nóg af. Stjórnmálin eiga að vera vettvangur okkar allra til þess að taka sameiginlegar ákvarðanir fyrir heildina. Hvar annars staðar ætti það að vera hægt? Það krefst umræðu, rökræðna, þess að fólk takist á hugmyndir, framkvæmdir og skoðanir, en stjórnmálin eiga ekki að vera átök í sjálfu sér. Ráðamenn landsins virðast þó hafa það viðhorf. Núverandi ríkisstjórn Sigmundar og Bjarna ekki til í að hlusta. Strax á fyrstu mánuðum hennar túlkaði Sigmundur gagnrýni sem loftarásir og hefur haldið því áfram síðan. Hann hefur ekki einu sinni manndóm í sér til þess að taka þátt í umræðu á Alþingi eigið heimsmet, skuldaniðurfærsluna. Hann kemur bara upp í pontu, segir það sem hann ætlaði að segja og síðan farinn. Vill frekar pæla í því hvort þjóðina og kaupandanum BMW eða Benz, án gríns. Þegar trúnaðarupplýsingum hælisleitendur lekið úr ráðuneyti, talar Hanna Birna ljóta pólitíska leiki og tilraunir eru gerðar til þess að fá blaðamenn rekna og jafnvel fangilsa. Í þessu birtast viðhorf stjórnvalda til stjórnmálanna, umræðunnar og þjóðarinnar. Hrokinn og virðingarleysið algjört. Það svo margt sem að og svo margt sem þarf að laga og ég ekki viss að þessu fólki sé treystandi fyrir því. Alið á óeiningu innan samfélagsins, góðu kristnu Íslendingarnir og hrikalegu hryðjuverka útlendingarnir, höfuðborgin sem þiggur og landsbyggðin sem strítar og strítar. Aðeins þeir sem eru með húsnæðislán flokkast sem heimili en allir borga reikningin. Háskólinn og námsmenn standa öllum fæti. Skráningagjöld eru hækkuð, framlög til skólans lækkuð og svo ekki til peningur til þess að borga prófessorum almennileg laun eða halda upp almennilegu skólastarfi. 25 ára og eldri komast ekki lengur í framhaldsskóla nema að borga fyrir það sjálf. Læknar fara í verkfall og komugjöld hækka, fresta þar skurðaðgerðum, en hollusta ríkisstjórnarinnar hjá þeim sem eiga peninga því það eru þeir sem skipta máli einhvers virði. Það sjálfsagt að setja lögbann á verkföll þegar einhver tapar á því peningum en þegar grunnstoðir samfélagsins eru óstarfhæfar ekkert hægt að gera. Með þessu ég ekki að segja að stöðva í læknaverkfall með lögum heldur aðeins að benda á hvernig þessi ríkisstjórn hugsar. Stjórnvöld telja að góðir og velstæðir einstaklingar skapi gott samfélag. Það satt en það gerist ekki sjálfkrafa. Fyrst þarf að byggja upp gott samfélag svo allir fái tækifæri til þess að vaxa og dafna. Þetta eins og með fótboltalið. Saman þó sér með alla bestu kallana sem kostar milljarða hver, ef þeir get ekki spila saman þá getur liðið ekki raskat í fótbolta. Við þurfum öflugt samfélag sem býr við tækifærum, jöfnuði og virðingu fyrir litla manninum sem og einum stóra. Slíkt samfélag verður ekki til með því að hver og einn berjist fyrir því að hann og hans fólk hafi það best. Ég vil búa í samfélagi þar sem fólk getur menntað sig þegar því hentar án þess að þurfa að borga fyrir það. Ég vil búa í samfélagi þar sem fólk fær hjálp þegar það veikist án þess að þurfa að borga fyrir það. Ég vil búa í samfélagi allra, ekki sumra. Og það samfélag þurfa að búa til saman og hjálpast að. Og þessi ríkisstjórn ekki að fara að gera það. Þetta ekki ríkisstjórn öryrkja, þetta ekki ríkisstjórn veikra,
Þetta er ekki ríkisstjórn aldraðra, námsmanna, þeirra sem minna mega sín. Þetta er ríkisstjórn auðvalds, þetta er ríkisstjórn vina, þetta er ríkisstjórn virðingarleysis og markaðshyggju, þetta er ríkisstjórn skeytingarleysis og hroka, þetta er ríkisstjórn þess að vera skít sama aðra. Þetta er ekki ríkisstjórn samstöðu, þetta er ekki ríkisstjórn samfélags, þetta er ekki ríkisstjórn þjóðarinnar, þetta er ekki mín ríkisstjórn, þið megi vera ósammála.